Gaman að fá þig í heimsókn. Já, bara gaman að koma. Hvernig að því að kannski svona liggur beinast við að spyrja þig, þú ert hérna hjá mér, þetta fer í loftið, þá eru nú vonandi kannski eitthvað búið að breytast, en þú ert hérna hjá mér bara þegar nýbúið að breyta reglum, varðandi meðal annars líkamsræktarstöðvar. Þetta hlýtur að vera búið að vera djöfisins hark á þessu ári. Já, þetta ári heldur betur búið að fara öðruvísi heldur en að ég reiknaði með. Það er alltaf bara búið að ganga mjög vel hjá okkur reksturinn undanfarin ár og alltaf bara á uppleið og einhvern veginn svona tók ég það í mig að árið 2020 yrði bara flottsta ár í sögu fyrirtækisins og mér varst þetta bara eitthvað svo geggja ár, þú veist, 2020, þetta hlýtur bara að vera eitthvað alveg meira áttar. Þetta ekki eina sekúndu til hugar að það yrði versta ár bara sem ég hef upplifað í rauninni í business. Alveg sama frá því ég byrjaði 1986 þá hef ég aldrei upplifað hana eins. Nei. Að þurfa að loka fyrirtækinu, þú veist, hvað þetta voru 2 mánuðir, held ég. Og núna aftur, þetta er bara alveg ömurlegt. Hvernig sko að því að nú Bjössi Vörglar fór beint í fjölmiðla og sagði bara sína skoðun sem að mér er bara mjög eðlilegt að því ég er búin að vera með nokkra tónlistamennina og meðal annars Bubba og hann var einmitt að tala um þetta ef að ríkið bannar að vinna vinnuna þína þá erum við komin svolítið sérstakann stað. Fáið þetta eitthvað bætt eða? Nei, ég meina við þetta notum okkur þessar hlutabótaleið það sem sagt fyrir þannig að starfsmenninir fara bara niður í 25% starfshlutfall og þetta munar það en ég meina við erum náttúrulega bara að tapa milljónum bara á dag. Þetta er það stór rekstur. Já, og þetta ár er bara í einu orði sagt bara komið í skrúuna, þú veist. Ég meina, fyrirtæki stendur sterkt og við komumst alveg í gegnum þetta, en við erum náttúrulega bara, eins og segja, við erum bara að tapa. En hvernig það að vera í þessari stöðu? Lítur að skríti þegar að einhvern veginn, því ég talaði við konu í sumar sem er að reka jógastúdíu hérna. Hún sagði, nú er ég búin að vera að setja minn eigin pening í þetta og nú er ég bara að krossa fingur af því að ef það verður afturlokað, þá er þetta bara búið. Já. Hvernig að vera í þessari stöðu einhvern veginn að stýra ekki sínum eigin örlögum? Það er einhvern veginn hið opinbera, þið ljótað að hafa verið bara með í maganum einhver deynarskipt sem er einhver blaðamannafundur það sem getur verið nýjar aðgerðir? Já, ég meina, auðvitað náttúrulega bara grunaði mann ekki að þetta væri framundan og svo þetta bara skellur þetta á. Í fyrri bylgjunni það einhvern veginn var svona bara samstæða, þú veist, maður vissi ekkit hvað var framundan og maður hugsaði bara, þú veist, þetta er bara svona og ég meina allir verði bara að sameinast í þessu og síðan náttúrulega var það búið og við fengum opna aftur og síðan hefur þetta verið svona hægt og bítandi að svona komast í eitthvað eðlilegt horf, þannig séð, auðvitað ekki alveg 100% eðlilegt en síðan kemur seinni bylgjan og enn og aftur grunaði mig ekki að við myndum, okkur er þið gert aftur að loka því að sko að mínum að þetta er gríðarlega mikilvægt að fólk stundi heilsurækt, ég meina það er á svo margan hátt mikilvægt og maður hefði haldið að það myndi kannski eitthvað að telja en sóttvarnar yfirvöld meta það svo að þetta sé nauðsynlegt og hvað getur maður sagt, ég meina þetta verður maður að sína samstöðu. Ég var að taka viðtölu Róbert Marshall sem er ráðgjafi forsætisráðherra í fjölmiðlamálum og ég var svolítið að spurja hann hvort honum finnst þetta ekki skrítið að fólk úr einkageirinu væri aldrei hleypt af ákvarðanatökuborðinu. Sko því ég hef svo mikið velt þessu fyrir mér að allir sem er að taka ákvarðanir í þessu er að vinna fyrir það opinbera og launum hjá hinn opinbera. Geta þeir skilið einkageirann? Nei, ég veit það ekki. Ég held að þeir séu ekkit endilega kannski að horfa á einkageirann eða þannig séu að íhuga það endilega mikið. Þeir eru náttúrulega bara að hugsa að koma þessum faraldri undir kontról. Já, sem er þeirra hlutverk. Já, sem er þeirra hlutverk og það er bara gott að blessa. En ég meina, svo getur maður auðvitað haft skoðanir. Ég velti því auðvitað fyrir mér, þú veist, hvort að þetta sé eitthvað rétt að leiðin og það verður bara athyglisvert að sjá í framtíðinni hvernig þetta verður svona metið eftir á. Ég meina, það eru sumar þjóðir, ég veit til dæmis í Þýskalandi, þú veist, eru bara líkamstastöðvar opnar og það eiga bara allir að vera með grímu og þú veist, einhverja aðra reglur þar og samband Svíþjóð og maður hugsaðar, býtu, er þetta kannski betri leið? Þetta veit maður það ekkert, en manni finnst þetta. En erum við ekki fyrst núna að komast á þennan stað að það megi
taka þessa umræðu. Mér fannst einhvern veginn eins og framan af þessu að því bæði eins og segir að vorum við kannski byrjun svolítið bara öll til í þetta. Svona við vissum ekki alveg hvað þetta var. Já, vissum ekkert. Við vissum ekkert, en síðan núna alveg orðið meir en tímabært að taka þessu umræðu að bara, heyrðu, ef að ég eitthvað að pæli því hvort þessar aðgerðir sé allar réttar, þá þýðir það ekki að ég sé maður sem vilji myrða gamalt fólk. Nei, nákvæmlega. Þetta var svolítið þar, sko. Já, algjörlega. En sko, þú veist, af því það, sko, auðvitað, ef þú horfir á stóru myndina, þá bara svo margt sem að, sko, það svo, þetta getur haft svo miklar afleiðingar þegar til lengri tíma litið. Við sjáum kannski krakka vera flásn upp á skóla, það verður kannski meira þunglindi, ég meina núna bara komið myrkur, það að vera kaldara, þetta getur orðið bara allt bara mjög erfitt fyrir fólk og bara fólk sem kannski bara heilbrigt og veikist ekkert af COVID. Þannig að þetta getur haft, þú veist, þunglindi og alls konar vanlíðan og tala nú ekki fólki sem búin að missa vinnuna og þú veist og allt þetta. Þannig að ég segi bara þegar við munum gera þetta upp að þá mun eitthvað komið ljós og menn mun örugglega rannsaka þetta alveg hún í kjölinn og ég get alveg sagt það, auðvitað velti maður mikið fyrir sér þú veist, ætti ekki að vera miklu breiðari nálgun á þessu, sem sagt eins og segir ekki sé allar ákvarðanar teknar bara út frá sóttvarnar tilliti heldur eitthvað breiðara, ég meina manni svona finnst þér sko út að þú náttúrulega verið að lifa og hrærast í heilsu öll þessi ár. Ef við segjum nú þessu umræða bara heilsu, þá held ég að það sé ekkert launungamál að geðsjúkdómar eru á leiðinu, fíknisjúkdómar eru á leiðinu. Ég var að fá mjög áreiðanlega tölur það að sjálfsvík eru 70% hærra á Íslandi í ár en á sama tíma á síðustu árum. Verðum við ekki að taka heildarheilsuna inn í þessu umræðu líka, af því það einhvern veginn mjög erfitt að finna einhverja skýringu aðra en aðgerðirnar út á COVID sem skýra að það séu aðri kvillar á leiðinu svona upp, svo kemur vantarlega getur komið fátækt og fólk að missa vinnuna og börn flosna upp úr skóla. Ekki komið að þessum tímapunkti við þurfum bara að fara að taka svolítið heildstæða umræðu Já, ég held að það væri bara mjög skynsamlegt og ég meina, og ég var að ræða sko heimsfaraldurinn sem að hefur kannski ekki ég meina lífstilsjúkdómar, það ekki heimsfaraldur? Það meir en bara heimsfaraldur. Ég skrifaði bókinni mín á einna fyrstu síðanum að lífstilstengdir sjúkdómar drepa miklu fleiri heldur en hryðjuverk, stríð, glæpamenn og allt þetta til saman. Sko. Akkurat. Já, ég ekki með neina svona tölur í hausnum, ég voru lítið svona talna manneskja. En hins vegar þá veit ég það að bara þú veist, sykursýki 2 á gríðalegri uppleið og hjartasjúkdómar og þannig að, en þetta, við höfum ekkert verið að loka einhverju starfsemi út af þessum faraldri en þú veist, þannig það bara margt sem að þarf að taka inn í þessa mynd og mér finnst í rauninni þetta mjög alvarlegt að við séum að kippa til dæmis líkamsræktinni bara út af borðinu að ættum við ekki að reyna að halda fólki bara algjörlega við efni og segja bara hvetja alla núna til þess að sko stunda líkamsrækt og styrkja ónæmiskerfið sitt og bara andlegu líðanina og ég meina allt þetta bara það að reyna á sig á hverjum degi bæti svefnin þegar þetta líða betur, bara þetta hefur svo mikið keðjuverkandi jákvæð áhrif í staðin fyrir að segja bara eins og að líkamsrækt sé bara eitthvað sem að skipti fólk ekki sérstaklega miklu máli, lokum bara líkamsræktstöðunum og lokum sundlögunum og það gífulega mikið af fólki sem heldur andlegu heilsunni sinni gangandi með því að vera með rútínu í hreyfingu. Engin spurning, það bara þannig. Þannig það svolítið skrítið að því sonuðin mikið búin að tala þetta, kannski tölum að sem hann á eftir, mér finnst það rosa flottur strákur, hann mikið búin að tala og ég sammála því, akkur það ekki tala meir heilsu, akkur ekki tala meir mikilvæg þess að sofa vel, mikilvæg þess að borða rétt, mikilvæg þess að hreyfa sig, af því þetta hefur allt áhrif á ónæmiskerfið, sko. Algjörlega. Ekki skortur á að þessi tala meira heilsu þegar við erum að tala þennan faraldur? Jú, það utan að kannski það talað heilmikið heilsu en þetta það er svo mikið alls konar skilaboðum, það er svo mikið misvísandi upplýsingum og umræðan snýst mjög mikið bara hvernig þú átt að grenna þig. Og að því að það er það sem að sko fær smelli í fréttunum og umfjöllinni þannig að sko kannski bara lítil eftirspurn eftir
umfjöllun hvernig þú átt að bara bæta svefnin eða bæta... Dragur líkunum þínum að fá sykursýki 2,3%. Nákvæmlega. Þú veist, en samt svo mikilvægt. Algjörlega. En þú lítið þó að þú færum umræðan aðeins þangað, því þú erum verið að reka líkamsræktarstöð allir ár. Er ennþá erfitt að selja fólki að það eigi að bæta heilsuna sín og láta sig líða betur? Verðum við ennþá alltaf að vera að selja þetta í gegnum kíló og fólk sé að losna við kíló? Já, ég meina, það því miður þannig að það auðveldast að fá fólk til að koma inn í líkamsræktarstöð ef við erum að tala sem sagt, hvaða getur bætt mikið útlitið sitt. En vissulega eru fleiri sem að bregðast við sem sagt svona heilsusamlegum skilabóðum. Sá hópur stækkandi og hann fer stækkandi náttúrulega eftir aldri. Já. Ég myndi segja að ná til eyrna svona fólki undir 30-aldrinum að það mjög erfitt eða bara tala að hugsa hjartað þitt og bættu þolið og veist, eitthvað svona. Þetta snýst allt bara kondiræktina og lítur betur út og grentu þig og þú veist eitthvað svona. Að það nær til þeirra, það mín reynsla. Og ég búin að hafa mjög mikið passion fyrir því í mjög langan tíma að reyna að fá fólk til að hugsa bara að bæta heilsuna sín og líðan sín og hugsa þannig og það eru sko einhvern tíma 91, 2, 3 eitthvað svona þá prófum einhverju svona auglýsinga sem að og á þessum tíma þú veist að þá var bara nóg að byrta eina auglýsing í mokkanum og þá bara stoppa ekki síminn sko og við hefum haft reynsla því að við hefum sett einhvern tíman að þá var eitthvað lítið að gera og ég það að hugsa eitthvað sniðut og bjögum til svona eitthvað námskeið sem átti að vera einn hópur, svona 35 manns sem hét fitubrennslu námskeið og ég get sagt þér það, við fengum mynd af flottri stelpu og svona mynd af bakinu á henni og hún horfði svona á hlið og það var bara fitubrennslu námskeið, bara klukkan 5 mánudaginn á föstudag hringdu henni þetta númer til að skráði og það bilaðist allt. Ég get sagt þér það að það stoppaði ekki síminn og endanum fylltu við 8 hópa bara, og þú veist, svo gátum við ekki meir, við höfum bara ekki meira pláss og var þetta í janúar? Nei, þetta var nefnilega ekki í janúar, okay. Þetta var á einhvern svona oft tíma, það var eitthvað lítið að gera, þess vegna var maður bara svona hugsa hvað hægt að gera til þess að, þú veist, að fá eitthvað lífi í businessin. En þarna svona bara kom það, bara, þá uppgötaði með það bara svona, sko fitubrennsla var þarna bara eitthvað orð sem að bara fólk var bara yes, hvað á ég að gera, hvert á ég að koma, hvað á ég að skrá mig og síðan fórum við, þú veist, eitthvað aðeins seinna að reyna svona að útvika þetta og hugsa, þú veist, komdu í svona 8 vikna heilsuprógram og bættu, svona taktu heilsuna í gegn og lækkaðu blóðþrýstingin og eitthvað svona sem var þá gírað inn á þú veist aðeins eldri hóp en þú veist, þá eru 10, þú veist, námskeið féll niður skilur, veist, þetta var bara maður og maður svona tóldi gafst upp á þessu þú veist, þetta kostaði bara fullt af peningum að vera undirbúið eitthvað svona og auglýsa og eitthvað en þú veist, þetta var ekki spennandi, greinilega en þetta hefur aðeins breyst sem betur fyrr og mér finnst svona kannski, ég þekki ekki alveg en svona tilfinningun að kunnahópurinn þinn í hreyfingu sé aðeins kannski svona það eru fleiri konur, eða ekki? Það ekki mikið fleiri konur, það kannski, síðustu þegar við skoðum þetta, þá var svona 58% konur. Það svona tilfinninguna sé kannski aðeins annar andi heldur en sumstaðar annar staðar í því að það sé kannski meira svona innan gæsalappa venjulegt fólk. Já, erum við ekki allir venjuleg? Jú, en þá ég meina kannski að við skulum segja, bara svo ég tali mannamála, þessi kannski aðeins færri sem að fara að keppa í fitness eða vaxtarækt eða liftingum. Algjörlega. Það kannski það sem ég kalla ekki venjulegt. Já, við erum einmitt, við erum bara algjörlega venjulegt. Fannstu fyrir því, ég var með Lindu P. Fannstu fyrir því að ákveðin hluta hennar kunnahóp hafi komið til þín? Já, þegar Baðhúsið lokaði. Já, algjörlega. Það var svona kannski tilfinninguna að sé að ég hef þekkt konur sem að fundu sér í hreyfingu eftir að Baðhúsið var. Já, einmitt, það var náttúrulega kvennastöð, algjörlega. Já. Við náttúrulega leggjum rosalega mikið upp úr hreinlæti í hreyfingu, við erum bara með algjört mission, það eitt af okkar gildum, þannig að það náttúrulega kannski höfðar líka meira til kvenna. Jú, öruglega. Hvernig var, mér langar að fara aðeins í byrjunina, að því ég var með Jónínu í daginn og hún var að segja mér frá svona, og ég náttúrulega, þegar ég gerði æfisöðunar, þá fórum við í gegnum þetta tímabil, þegar
þegar Bjössi Vörglas var svona að byrja að fóta sig, þið eru þarna með ykkar, svo flettast Jón Páll svolítið inn í þetta og svona alls konar. Hvernig var þessi bransi á þessum tíma? Þetta var náttúrulega bara algjört svona frumkvæðlega starf, þetta var bara algjörlega nýtt. Ég kynnist þessu ég fer út í nám til Colorado og þetta byrjaði þannig að mamma kom bara heim með einhverja bók með Jane Fonda-æfingum og þá var ég í Vestló og ég fer eitthvað að skoða þessa bók og ég lag svona hertók bókina og fannst þetta ótrúlega spennandi, þannig ég og Hildur vinkona fórum þá og stúdurum bókina, lærðum prógrami og fórum bara að gera þetta. Jane Fonda-æfingar? Jane Fonda-æfingar, okay. Já, bara heim í stofu og það tóku vinkonur eftir að við vorum að grennast og litum rosalega steltar og flottar út og búin að gera þetta held ég 1 mánuð á hverjum degi og fannst þetta ógeðslega skemmtilegt og það var svona bara heyrðu megum ekki vera með þannig að á endanum að þá leigðu við sal minnum í einhvern lítinn sal í Garðabæ og bara stuttum tíma var bara komin einhver svona 60-70 stelpur þarna saman, það var allt bara vinkonur, allt stelpur bara á menntaskóla aldri sem að við hittumst og við lögðum bara í púkk fyrir leigunni og gerðum þetta saman og síðan á þessum tíma þá ég síðan að fara útskrifast á Vestló stúdent og á leiðinni í nám í innanhúsarkitektur til Þýskalands og búin að fá inn í skóla og einhver tíma við bara vorum inn í eldhúsi heima með mamma og pappa þá segir eitthvað pappi við mig ertu alveg vissum að þú sért að gera rétt með að fara í arkitekturinn, þú ert svo kafi í þessari leikfimi og er þetta ekki eitthvað sem að þú ættir að skoða betur og ég bara, mér hafði bara ekki dottið í huga, bara svona, já, þú segir nokkuð og þannig að ég fer eitthvað í Fulbright-stofnunina og fer að, ekkert internet og ekkert þessum tíma, svona, fer eitthvað að leita upplýsingum skóla í Bandaríkjunum, þar var svona mikið úrval af alls konar námi og síðan þar hægt að læra eitthvað sem heitir recreation, sem er svona tómstundafræði, sem að var þá á þessum tíma akkurat að byrja í rauninni með áherslu á rekstur heilsuháttastöðva, rekstur ferðaskrifstofa og þú veist eitthvað svona. Þannig að ég bara algjörlega bara tók upp og sóttum 3 skóla í Bandaríkjunum og endaði með því að velja University of Colorado í Boulder og fer þangað í blandan major physical education og recreation og ég sé ekki eftir því. En þarna á tóninn settur. Já, en þegar ég fer að þá bara allt á fullu þar í svona aerobics og þarna var þetta byrjað og ég fer bara að stunda þetta á hverjum einasta degi og ég byrja 2 tíma á dag, fannst þetta bara skemmtilegasta sem ég hefði komist í og þegar ég kem heim síðan í sumarfrí að þá kann ég náttúrulega bara fullt af ótrúlega skemmtilegum æfingum og prógramum þannig að það er auðvitað hóað í hópin sem ég var hérna með þegar ég var í Vestló og þannig að ég alltaf bara í öllum fríum alltaf með þennan hóp og Jónína Ben já og síðan förum við einhvern tíma, hún var þá byrjuð með æfingastöðinni í Engihjallanum einmitt og þar sem hún, margir voru að æfa já, þegar það var að byrja svona og þar var hún með einhverja tíma þannig að við vinkonunnar ákveðum að fara að tjekka á því hvað hún er að gera og förum í tíman, þá er hún með Jane Fonda-leik á mig og hún tekur eftir því að ég þetta kunni prógrami algjörlega upp á 10 upp á utan að og hún fer eitthvað að spyrja mig og ég segi ég sé þetta í námi og eitthvað svona, svo byrður hún mig eitthvað að leysa af meðan ég var heim í sumarfrí og svona og síðan þegar ég er búin í náminu þá akkurat hittist hann á að hún bara hugsa sér að fara að leiða sal og stopna eitthvað þessi degið og hún segi, heyrðu, kemur ekki bara í business með mér og við leiðum okkur lítið 250 fermetra húsnæði í Borgartúni og opnuðum aerobic studio Jónínu Ágústi. Aerobic studio, hvað við varum í svona æfingandi sem við erum að gera í dag? Já. Hvað var aerobic? Aerobic var, já það er bara aerobics, þetta er bara þól leikfimi, þól íþróttir og bara loftháð þjálfun og Er þá ekki fullt af tímum í dag sem í raun og veru aerobic tímar? Að sjálfsögðu, en þetta gamla aerobics, þetta var í rauninni bara svona þóldans og svona bara einfaldur þetta varð í rauninni til fólk sem var búið að vera í dansi, þú veist, í fimleikum
ballett, jafnvel, svona, bjóð til einhverja svona litlar, svona einfaldar svona dansrútínur sem að það bara gerði aftur og aftur með músík og þú veist, það sem var svona nýtt í þessu, það var náttúrulega tónlistin, að þetta var bara, og þetta var ekki svona dans það sem að var rosa flókið og erfitt að muna sporin og svona, þetta var alltaf svona einfalt, þannig að fólk var, flestir náðu þessu svona bara einfaldan hátt og síðan var þetta bara rosalega gaman og mikið fjör og þú veist náttúrulega bara í hóp og allir eitthvað hoppa og skoppa og reyna á sig og svitna og dundra þetta skemmtilega nýjasta tónlistin og svona, þetta var bara æðislega gaman sko. Og voruð þið að kenna dálítið marga klukkutíma á dag? Já, við vorum alveg að kenna, við vorum þarna í byrjun sko með einhverja 2-3 þetta er svo fljótt að vinda upp á sig sko, mér minnir að við höfum byrjað með einhverja 2 kennara með okkur en og þetta var svo vinsælt að við vorum alltaf að fjölga tímum og ég held að ég hef kent bara 3-4 tíma á dag og Jónin og annað eins og svo vorum við að þjálfa og svo byrjuðum við með svona einhvern skóla byrjuðum að bara opna fyrir að taka fólk inn á námskeið og þjálfa þau upp í að geta kent svona því þetta var alltaf bara brjálæðislega vinsælt. Þú sér það við vorum hann í Borgartúninu í 2 ár og þá stækkuðum við fluttum við í Skeifuna og stækkuðum 3-falt. Síðan náttúrulega flutti Jónina út í Svíþjóðar og seldi mér businessin, en síðan hélt þetta bara áfram að stækka. Við stækkuðum við okkur í húsnæðinu hann í Skeifunni 4 sinnum. Þetta var svo bara vinsælt og þetta var svo nýtt og þetta var bara gaman. Hvernig svo ferði að vera með í sjónvarpinu? Já, það var rauninni þarna sko strax í byrjun, Jónína pluggaði þarna einhverju á RÚV, hún var náttúrulega búin að vera með í útvarpinu. Já, morgunleikumina. Og hún pluggaði einhverju sjónvarpsþáttum á RÚV og það var, ég var að segja það með dauðlangar að sjá þetta. Þetta var sko, eða ekki, þetta var sko, með minnir þetta hafi verið 86-87, þetta var bara þegar hún nýbyrjaðar og þetta vakti svo mikla athygli út af því að þetta gekk svo mikið, sko ég var náttúrulega búin að vera í Ameríku og Jónina í Kanada, þetta gekk svo mikið gekk svo mikið út af alls konar svona öskur bara þú veist það, í tímanum sko þetta var allt, og þetta vakti svo mikla athygli, sérstaklega sko þú veist, eldra fólk að bara hvað það að gera, þú veist en þetta var bara svona partur af stuðinu sko og og ég var með einhverja held í 10 ár og framleiti 10 leikumsþættir á RÚV þarna sem að voru, já, vöktu þá mikla athygli og sérstaklega út af þessu úi og ái og síðan setna mér sem sagt var ég með fullt af þáttum á stöð 2 ég held að ég hef tekið upp 100 og 80 þætti fyrir stöð 2. Talandi fjölmiðla, því þú ert búin að segja mitt að þú veist á þessum tíma þú settir eina auglýsing í mokkan og þú veist að því í dag ef þú væri með einhverja morgunleikum í dag það er svona hæpi hvað myndu margir horfa en þessum tíma var alveg bara, það var ekkert mikið í boði. Nei. Þannig að það lítur að vera svaka áhorf á þetta. Já, sko, þegar þetta var að RÚV þá var náttúrulega, þú veist, bara mjög fátum fína drætti í sjónvarpinu, ég man nú ekki alveg hvernig það var, sko, 86, 7, var stöð 2 nýbyrjuð eitthvað. Stöð 2 kemur það leiti heldur. Já, en þannig að þetta var svona svolítið, ég fann alveg fyrir því að bara allt í einu, þú veist, að þá svona fara að horfa mann út á götu að þú veist búin að vera í sjónvarpinu þarna og þetta vakti svona athygli og umtal hvað, eitthvað leikumistættir eða hvað að gera, eitthvað hopp og hí og svona fólki fannst þetta skrítið mörgum og en Þú hefur verið TikTok-stjarna löngu og undan þinni samtíð. Ég veit það nú ekki en nei, þetta var náttúrulega bara gaman að geta komið þessu svona á kortið, þú veist, svolítið og kynnt í rauninni því að þetta var svona ótrúlega skemmtileg leikumi bara fyrir almenning, þú veist, og bara gaman að því. Ég tel mig vita að þú að vera ekkert svona í gegnum tíðin ert ekki svona eins og Jónína talaði og hún hefur ekki mikið verið að velta sér upp úr kyninu sínu. Upp úr? Kyninu. Nei. Skilu, hún segir, ég hef aldrei verið eitthvað neina skilgreina mig sem konu, ég bara geri hluti og ég bara einstaklingur. Og ég tel mig vita að þú sér kannski svolítið svipað þengjandi. Já. En mér langar samt að spyrja þig, hvernig var að vera kona í business á þessum tíma? Því það er svolítið öðruvís, ég meina,
það var ekki alveg sjálfsagt að þú væri kona reka fyrirtæki Nei, sko, í fyrsta lagi þá bara spáði ég nú aldrei í það, sko. Þarna, sko og fyrir mér einhvern veginn, þú veist, ég var ekkert að hugsa þetta væri einhver business eða ég var einhver business kona eða ég var eitthvað, þú veist, kona í business frekar en kall eða svona, ég var bara, þetta var bara, þú veist, eitthvað ævintýri sem að við vorum bara, skilur, gera það sem okkur þótti gaman, leigja sal, byrja að búa til eitthvað, þú veist, þetta var einhvern veginn bara, þú veist, maður var bara að sinna áhugamálinu sínu. En það ekki þannig sem besti business sem byrjar? Já, algjörlega. Og síðan, þú veist, eftir á, þú veist, þegar maður eitthvað lítið tilbaka og byrja, já, þú veist, allir fór að tala eitthvað að konur erfitt uppdráttar í business og eitthvað svona, þá fyrir maður svona að hugsa, byrja, já, ég hef aldrei upplifað það, aldrei. Nei. Og ég hef einhvern veginn, ég hef aldrei, sko, ég veit það ekki, ég hef bara aldrei haft neina, hvað ég segja, kvenna kompleksa innan kalla, en auðvitað skil ég það alveg að, þú veist, ég meina við, bara sem dæmi, við byrjum þarna með þetta og við áttum enga peninga, þú veist, við skröpum saman fyrir fyrstu húsaleigunni sem að minnir að hafa verið 63.000 krónur og og ég man að ég var eitthvað sko að ræða þetta við pappa sem að var á þessum tíma forstjóri heimilistækja og náttúrulega mjög reyndur í viðskiptum og hann eitthvað að segja, já, þú veist, við líka ekki bara taka bankalán og eitthvað svona og við, ég minnir að við höfum eitthvað kannaða og það hafi bara svona verið bara, nei, þú veist, það bara vonlaust að því einhverja 2 stelpur þannig að fá eitthvað bankalán. Þannig að ég man það samt ekki alveg, við veltum okkur ekkert upp á því, við fórum bara og töluðum við húsasmiðina og sögðum bara, við erum að fara að opna þetta sal, við þurfum að innrétta, við eigum ekki pening, getum við fengið tak út og borga ykkur eftir 2 mánuði. Og það var bara, já, ekkert mál. Og við töluðum síðan við smið og málara og sama dílinn bara, við riggum þessu upp, við opnuðum á 2 vikum, sko. Og síðan bara streymdu peningarnir inn, það var náttúrulega bara gekkur ógeðslega vel og við gátum bara borga allt eins og við stóðum við og bara, þú veist, þetta alltaf gekk allt upp. En það ekki oft þannig þegar fólk kannski búið lengi í business að þá horfir það með smá nostalgíu augum á svona tíma þegar þetta var svolítið ströggl og svona einhvern veginn þegar maður var að byrja og maður var að hafa mikið fyrir þessu og einhvern veginn. Það ekki þannig á þér? Nei, ég get nú kannski ekki sagt það. Þú veist, þetta einhvern veginn, sko, þetta var bara líf mitt. Þú veist, ég bara lifði og hrærðist í þessu. Í rauninni að þá má kannski segja, þú veist, að ég misti bara af fullt af hlutum. Ég gerði ekkert annað á þessum tíma heldur en bara að hugsa um fyrirtækið og lifa og hrærast í því og þetta, manni þótti þetta bara svo gaman. Og svo komu bara alls konar, þröskuldar og þú veist, við kunnum ekkert að færa bókhald og bara, já, byrju bókhaldið, já, heyrðu, við erum eitthvað að gera því og þú veist, það var bara alls konar hluti sem kom upp sem að maður lærði alla daga og þetta var náttúrulega bara, svo var náttúrulega, þú veist, businessin stækkaði hratt og við vorum bara, þú veist, við kunnum þetta ekkert, við vorum bara að gera það sem þótti skemmtilegt og læra, þú veist, bara á leiðinni, sko. Og þá maður einhvern veginn maður er ekkert að spá, þú veist, í þetta, þú veist, þetta er bara, þetta er bara lífið og þetta var bara hrikalega gaman, sko. Það samt einhvern veginn svona að því að þetta var tími, þar sem var ekkert mikið af konum kannski sem voru að eiga fyrirtæki og reka fyrirtæki. Þið eru þarna, Linda kemur á vísu síðan svolítið seinna, en þið eru þarna, sko, ég er búin að vera með ykkur 4 sko, svo önnur kona sem er tengt heilsu en ekki líka sem er Solla Eiríks. Já. Þið eru kannski svolítið 4 svona af, svona, ég ætla ekki að segja fyrstu, en svona á tíma, og allar í þessu, en í vísu Solla náttúrulega í matnum, en þið 3 rekið allar heilsu ræktastöðar. Er það tilviljun? Já, ég held að það sé bara algjör tilviljun, sko. Ég meina, við erum bara örugglega allar að gera bara það sem við höfum ástríðu fyrir og ég held einmitt eins og segir, sko, þetta var ekki okkur, nú ætla ég að stofna fyrirtæki og nú ætla ég að fara að reyna að græða pening á fyrirtækinu mínu, þetta var ekki þannig, þú veist, þetta var bara, nú ætla ég bara að, þú veist, reyna að gera, bara koma upp þessu sem mér finnst skemmtilegast að gera og já, þannig að, og ég meina lengi vel, þá í rauninni, þú veist, ég bara tala fyrir mig, sko, lengi vel var ég ekkert að reka þetta sem fyrirtæki, ég var bara að reka þetta sem bara einhverja skemmtun áhugamál mitt, skilur við. Hver er munurinn á því að reka áhugamál og reka fyrirtæki? Já, það er bara svolítið mikill munur vegna þess að ég rak mig heldur betur á ákveðnum tímapunkti þegar ég, sko, taldi mig bara geta
þú veist, verið með hugan einhvers staðar annars staðar og síðan, og láti þetta bara reka á reiðanum, þú veist, ég var bara búin að opna í skeifunni og á þessum tíma var Jónína farin út úr fyrirtækinu og ég var bara þarna ein og ég var bara, þú veist, ung og það búin að, peningarnir voru bara búin að streyma inn og og ég var bara, þú veist, þarna eitthvað að leika með, skilur, bara hitta einhverja stráka og fara bara, þú veist, út á land að leika með, skilur, bara alls konar eitthvað svona og allt í einu að þá bara hefur bankinn samband, heyrðu, fyrir ekki, þú bara skuldar rosalega mikið og allar ekki bara að fara að loka kompaníinu og ég fór bara eitthvað að skoða þetta og já, ég meina, þú veist, maður bara hélt einhvern, veist, ég man þetta nú ekki alveg í smáatriðum, sko, en ég man bara að ég fekk bara rauðaspjaldi og ég þurfti bara að fara að setjast niður og gott að það var ekki það leiti sem að ég auglýsti þetta fytupressunámskeið og vandamáli mín voru úr sögunni nei, ég segi, þú veist að maður lærði náttúrulega bara þá leksju að þú verður að sinna rekstrinum en þú lætur þetta bara ekkit eitthvað rúlla bara án fyrirhafnar, þetta bara vinna og ég lærði það algjörlega the hard way, sko, þannig að ég enda að tengi við þetta þegar ég var í fyrsta skipti, sko, með einkahlutafélagi, alveg bara, fínt, gengur vel og með bara svo gleyma bara því sem leiðilegt, sko. Akkurat. Og þá, hefur farið í leiðilegu hlutina sjálf eða hefur outsourcaðum og látið aðra. Já, svo sannarlega hef ég farið í leiðilegu hlutina sjálf og ég hef alltaf verið alveg rosalega mikið hands-on í rekstrinum og einhvern veginn svona verið treg á að þú veist, verið eitthvað svona mikið að kaupa þjónustunum ég bara nauðsynlega þurfi þess náttúrulega lengi vel, svo þetta náttúrulega læri maður það að þú veist, það oft betra bara að kaupa þjónustu og fagfólki og svona, en ég svo sem kraflaði mig áfram í alls konar hlutum og þú veist, í því skyni að spara pening og gera þetta allt sjálf og allt þetta, sko en svo fór ég síðan smám saman að leita mér bara meiri þekkingar í að reka fyrirtæki og þú veist, og þá náttúrulega síðan smátt og smátt fer maður alltaf að verða bara sterkari í því en auðvitað náttúrulega fyrstu árin alveg bara mjög, bara töluverðan tíma þá var ég náttúrulega bara að kenna marga tíma á dag og var bara að hugsa að hafa skemmtilega tíma og auðvitað náttúrulega bara það trekkti þetta af fullt af business en ég var samt ekkert í raunin að reka fyrirtæki þannig, skilur ég var bara ráði eitthvað fólk til að vera í móttökunni og ráða kannski eitthvað að kenna, stilla upp töflunni og síðan bara kenna og bara hafa gaman og eitthvað svona en smátt og smátt fór ég bara að breyta sem sagt svona kurs í þessu og einbeita mig meira því að læra mér bara nákvæmlega hvernig maður bestar það að reka fyrirtæki. Þú segir hún alltaf vilja vera svona hands-on og svona, það þá líka tengt því að, eða kannski ekki alveg með að þú hefur ekki verið að franchise og einhvern veginn búa til mörg útibú? Algjörlega. Ég hef einhvern veginn aldrei, sko ég náttúrulega prófaði það hérna fyrir mörgum árum, við náttúrulega rákum í nokkra mánuði á Akureyri. Alveg rétt. Og ég sko hef alltaf gert svo miklar kröfur það að vera bara með rosalega gott fólk, frábær kennara og minn rekstur byggði svo rosalega mikið á því að vera alveg með topp fólk í kennslunum og svona og lengi vel var bara rosalega mikill skortur. Það var erfitt að vera með góða kennara í þessu og það þurfti mikið að leggja mikla vinnu í að þjálfa fólk og svona upp í að vera á þessum level sem að við vildum og þannig að maður líklegri til að missa yfirsýnin ef maður vera að opna marga staði? Mér finnst það og það í mínum huga það bara svolítið annar business af því að sko ég í svona þjónustu businessnum ég að reka þjónustu fyrirtæki en ef ég væri í að sko opna stöðvar, þú veist, þá væri ég náttúrulega bara í að leita húsnæði og innrita húsnæði og ráða fólk og þú veist, þá væri ég bara í öðru. Mér finnst þetta rosalega skemmtilegt. Ég hef svolítið haft tilhneigingu til þess að vilja gera það sem ég þykir skemmtilegt. Og það að vera að skapa mismunandi þjónustu framboð eða mismunandi vörur inn að gæsalappa inn í þessum gera
hvetja fólk til þess að leita leiða til þess að fá fleiri til þess að fá áhuga á því að stunda heilsurækt, breikka út kunnahópinn með því að skapa fleiri leiðir og lausnir og svo framvegis. Þetta finnst mér rosalega skemmtilegt og að búa til svona framúrskarandi þjónustu í heilsurækt. En kom einhvern tíðan tímabil þar sem að svona svo kannski þegar hafa verið miklu peningar þar sem hafa komið fjárfestar sem hafa viljað koma inn og fá þau til að opna fleiri staði og eitthvað svona. Já, mörgusunum. Já, við hefum alltaf bara áþakkað. Þú veist, sko, ég meina, ef við hefum alltaf að gera aðra hreyfingu, að þá hefum við viljað halda sama svona standard og vera bara með, eins og ég segi, bestu kennaran í bænum og allt þetta, sko. Og það er alveg töluverð áskorun að mínum mati en auðvitað, þú veist, er hægt að búa bara til annað brand og vera með, þú veist, sko, eitthvað annað en þú veist, ég hef einhvern veginn bara ekki allavega hingað til haft áhuga á því. Já, þarna kemur ein spurning sem er svona alveg augljós, það er hvað er að vera góður kennari í líkamsrækt? Sko, það er náttúrulega þetta hefur auðvitað náttúrulega aðeins breyst en eins og þetta var, þá þurftur náttúrulega að hafa þekkinguna, þú þurftur að vera með ákveðin grunn í svona lífeðlisfræði, vöðvafræði, íþróttafræði, eitthvað slíkt. Síðan þurftur að halda vel takti, þú þurftur að hafa persónleika sem að er svona hvetjandi og svona, þú veist, ná til fólks og geta drifið hópinn áfram og þú veist allt þetta og geta svona haft svona pínu sans fyrir svona að setja saman einhverja svona dansrútínur. En þetta hefur náttúrulega breyst svo mikið. Þetta er ekki þannig í dag og í rauninni í dag er þú veist, hefur þessi bransi náttúrulega bara margfaldast og þú veist, bara stækkað alveg gríðarlega á svona síðustu 15-20 árum en fyrstu árin þá var þetta svona, í rauninni áður en að spinning kom til sögunar, þú veist, þá var þetta bara svona aerobics, eða þú veist, svona, Var spinningin það fyrsta sem kom á eftir aerobic tíma? Já, þú veist, þetta voru pallarnir og spinningi, ég man nú ekki alveg hvort kom þetta var svona svipum tíma, en pallarnir snerust mikið bara að gera svona rútínur, svona dansrútínur á palli, og síðan í dag, þá veit ég ekki eins og hvort þú getur fengið pallatíma á Íslandi eins og þetta var í gamla dag, sko. Þetta er allt orðið það er búið að taka í rauninni allan dansin út úr þessu nema þá bara zumba og latin fitness og eitthvað svoleiðis, sko. Sem ég finnst náttúrulega persónulega alltaf skemmtilega, sko. Það er minn grunnur, sko. Það er eitthvað sem gerist við dansin, sko. Já, ég var náttúrulega keppt í sangkvæmastdansi þegar ég var ung, sko. Þaðan kemur í rauninni. Þannig að þú mættir ekki keppi allir geta dansað? Nei. maður má ekki hafa reynslu. Nei, akkurat. En hvað með þegar kannski þú ert að fara á einhverjar heilsuráðstefnur út eða eitthvað, það ég gefi mér það þá sé verið að kynna einhver nýjustu tímana og eitthvað sem þeir eru kannski að fara að taka inn í stöðuna. Er þetta ekki alltaf oft svona einhvern veginn, hér er komið eitthvað sem er alveg það sama og var verið að gera fyrir 15 árum en nú er búið að setja eitthvað rosa flott nafn á þetta? Já, sko, að vísu þetta er náttúrulega svolítið búið að koma í hring vegna þess að sko, það sem er náttúrulega nýjast í rauninni eru þessar bútíkstöðvar sem er í rauninni eins og gamla það sem við stofnuðum fyrst sem er bara eitt salur og eitthvað eitt sem þú ert að gera. Það voruð vinsælt í Bandaríkjunum og... Já, og ég meina eins og Soul Cycle, bútík fitness sem er bara spinning, þú veist, eitt salur, spinning, þú veist, ég meina jókastöðvarna sem er bara, þú veist, eitt salur jóka, það eru Orange Theory, sem er það sem þú ert með, það er Barry's Bootcamp, það sem þú ert með, sko, svipað eins og við erum með, sem við kallum Clubfit, það sem þú ert með, sko, hlaupabretti og svo stöðvar með lóðum og tekur til skiptis. Þannig að þetta eru, eins og ég segi, þú veist, bara svona bútík, það sem þú ert bara með eitt prógram, eitt sal, bara einfalt, og þannig að það má segja að þetta sé bara svolítið komið hring. Það er hringin, já. En engaþjálfun, nú eins og Rafn, strákurinn, ég vann aðeins með honum, það svona hjálpaði mér aðeins og tímbili og fyrir mér er hann rosalega nýstárlegur og öflugur engaþjálfur, af því þetta er ekki eins og þetta var einu sinni þar sem var bara eitthvað að telja einhverju bicep curl eða eitthvað. Það er liggu við þú farir í, ekkert liggu við, þú fer bara í nákvæmari lífstílspróf heldur en að vera að hitta lækni, sko. Já, algjörlega, ég meina hann er náttúrulega að gera þetta alveg
Alveg full on. Algjörlega af ástríðu alla leið og sem að bara frábært og hann hefur brennandi áhuga á bara sko heildrænni heilsu. Einkaþjálfunin, já sko eins og þetta var miskusti áður, þá var þetta bara svona alltaf barnapíur sko, þú veist, það stóðu bara yfir fólki og eins og þú segir, bara töldu, gerðu 10 af þessu og ég horfa á það meðan og svo bara fyrir á næsta. Þeir ekki í dag orðnir svona smá sálfræðingar líka og... Örugglega, þó náttúrulega samkvæmt einhverjum svona reglum í fæinu eiga þeir nú ekki að vera kannski beint með einhverjar Nei, en ég meina það einhvern veginn, maður svona heyrið á mörgum einkaþjálfurum að þeir svona einhvern veginn, þú veist, fólk það alls konar, fólk vil tala alls konar vandamál og síðan það líka bara, það jafnvel orðið hlutverk þeirra að vera eitthvað svona forvörn af því heilbrigðiskerfi grípur stundur svolítið seint inn í. Já, ég held að séu kannski komnir svolítið úti fyrir fæðisett eða að fara í þá áttina, sko, en ég nú ekki viss að sálfræðingarnir eru glæðir, sko, en meira svona mínisálfræðingar. Já, en þú veist, aðalatriðið bara náttúrulega að einkaþjálfararnir, þú veist, eiga náttúrulega að vera fagmenntaðir og vera sem sagt hvatning og sem sagt geta leiðbent fólki fyrir akkurat þær þarfir sem að þeir þurfa. Ég segi til dæmis, ég að æfa hjá Hrafni Franklín og búin að gera núna í 2-3 ár og hann minn einkaþjálfari, algjörlega. Og það sem ég finnst svo frábært að út af því að eftir að ég hætti sjálf að kenna að þá sko þarf ég ekkert að hugsa sjálf prógramið mitt. Hann bara sko tekur mig í svona test og sér hvar mínir veikleikar eru og það nú tilfellið að við erum öll með okkar veikleika í skrokknu vegna þess að við höfum okkur hættir til þess að vilja gera alltaf æfingarna sem okkur þykir þægilegt að gera en ekki það sem okkur þykir óþægilegt að gera og þar eru veikleikarnir. Þannig að hann tekur mig í test og sér það að ég með, þú veist, veikleika í baki og eitthvað svona og þá byggir hann prógramið á því að styrkja mína veikleika og segja mér nákvæmlega hvað ég gera og þannig ég þarf ekkert að spá í það og ég bara búin að mitt sem sagt króníska bakvandamál sem að orsakaðist ég var mínum að því að ég var alveg rosalega mikið fyrir að gera armbeigur en þótti bakæfingar alveg leiðilegast að segja að hugsa mér bara í mörg ár, bara í áratugi þá nefndi ég gerði alltaf voru lítið af bakæfingum með svo leiðilegar. Það verður til ójafnvægi? Já, það verður bara til ójafnvægi sem að verður bara krónískt vandamál og sonur minn búin að laga þetta. En erum við ekki að koma á tíma þar sem að verða aðeins meira flæði á milli, sko, mér finnst bæði læknar og sálfræðingar og aðrir verður orðnir opnari fyrir því náður að vera í samvinnu. Að við vorum tala kannski einkaþjálfara, sálfræðinga, lækna að þeir eru með einstakling að þá væri þetta aldrei gott að það væri kannski meira flæði á milli sérfræðingarna sem að vinna með einstaklingin. Algjörlega, já, ég meina, ég held að þetta sé, ég þekki það svo sem ekki til lítið, en ég veit held að með svo upp í, hjá honum Teiti, í... Já, ég þar. Já, hvað heitir þetta? Í umhverfinu. Heilsuvernd, já. Þar þetta konsept og mér finnst það bara algjörlega frábært. Ég held að þetta sé bara eitthvað sem bara framtíðin, sko. Og sem sagt, ég meina þetta líkaminn bara margslungin og það alltaf að koma meira og meira í ljós hvað einhvern veginn allt tengist. Þú veist að þú getur kannski verið bara með höfuverk og það kannski út af því að þú ert með lélega meltingu eða eitthvað slíkt skilu. Þannig að þú veist þetta Hvernig var þetta þegar þið voru að taka 4-5 aerobiktíma á dag og borða lakrískonfett á kvöldin? Var þá minna vitað? Já, ég meina sko við erum að tala um það að sko þetta allt búið að snúast á hvolf. Ég meina í fyrsta lagi sko að þá þegar maður tvítugur og að hreyfa sig marga klukkutíma á dag, þá er maður nú ekki mikið að spá í hvort að maður sé að borða, ég hugsaði ég borða einhvað 2 ávegst á dag, það var svolítið talað sko svona borða, en ég hef alltaf verið alveg hrikalegur selgeri, ég meina á algjör bara selgætis grís, ég hef nú lært með tímanum að ná tökum á því enda sko líður mér svo illa og hefur gert eftir að maður verið eldri þá bara líður mann svo illa að maður borða mikið að setjendum þannig ég hef bara smátt og smátt hætti og gengi ágætlega en lengi framan af þú veist borðaði ég selgæt okkur með einasta degi og bara fannst það bara ekkert tiltökumál af því að þú veist ég hreyði mig mikið og fann ekki neitt neina vanlíðan þú veist yfir því en og það var ekkit, þú veist, síðan kemur þessi 80s bylgja þar sem allt átt að vera sko fitusnett. Low fat.
Já, og ég var náttúrulega bara all in í því og þetta var bara það sem var ráðlagt af heilbrigðis yfirvöldum. Algjörlega. Og þannig að þegar maður tekur út fituna, þú veist, þá eitthvað að koma í staðin og þá er bara sykurinn, þú veist, þannig að það bara skelfilegt til þess að hugsa hvað maður innbyrðið mikið sykur, ég skil bara ekki hvað maður Já, það var náttúrulega einmitt, á þessu tímabili var svolítið verið kannski að leggja grunninn að því að það tekur kannski dálítið tíma að búa til þessi lífstíls og öll þessi sykurneysla kringum 1990 og þeim tímabili, það síðan kannski skila sér í langtíma sjúkdómum 15-20 ára síðar. Algjörlega, ég meina ég bara þú veist, áðurglega einhverju svona 15-20 ára tímabili þá bara var uppistaða mín í mat bara hveiti og sykur. Ég meina bara brauð og pasta og Höndlaðir þetta alveg eða leiðir alveg vel að því varst að hreyfa þessu mikið eða? Ég höndlaði þetta alveg, ég fann ekkert fyrir þessu lengi vel, síðan svo fer maður að finna fyrir því þegar maður verður aðeins eldri. Það er náttúrulega bara fer maður að vera viðkvæmari í meltingunni og fyrir að byrja að finna svona einhver óþægindi og svona, og náttúrulega, ég meina, þegar maður fyrir að hreyfa sig minna, náttúrulega byrja maður að fitna og svona, sko, þú veist, engan áhuga á því. En svefnin var Ég hef alltaf átt mjög auðvelt með svefn. Af vísu þarna hef ég fengið tímabil þar sem ég hef bara verið svo slæm í bakinu og ég gæti ekki sofið út af því. En var fólk að pæla í svefni, þú veist, fyrir 30 ára síðan, í tengslum við Ég held ekki. Heilsu? Ég hef ekki, neitt í rauninni orðið verið við þá og hreinlega til dæmis meðið við það að hvað mikið, búið að fjalla svefnin núna, svona á einhverjum undanförnum árum og bara frábært að upplýsa fólk hvað hann mikilvægur og ég meina þessi bók sem kom út, þannig að Why We Sleep, mögnu bók, að þá fór ég nú bara að fá eftir á áhyggjur af því hvað ég hafði í rauninni mist úr mikinn svefn þannig í mörg ára þegar ég alltaf drefst í bakkinu. Uppsvefnunar vandi. Já. Sko, miðað við allt sem að þarna einhvern veginn maður svona bröltir í gegnum lífi þá svona þegar maður lítur tilbaka og þá skilur maður ekkert í því bara hvað maður skulle hreinlega vera á lífi, sko. Nákvæmlega. Langaði aðeins að því ég var að taka viðtalið sem segir Robert Marshall og við töluðum svolítið stjórnmálamenn og hvernig þeir þyrftu að brynja sig, þú veist, hann og ég hef verið með Katrínu í viðtalið, ég þekki manniðina, Guðlaug. Hvernig var því þú ert alltaf búin að vera í svona, við skulum segja, þú ert búin að vera ákveðin hátt opinber persón í dálítinn tíma, en kynntistu alveg nýju leveli af svona einhvern veginn af hörku þegar að þú kynntist honum. Því mér finnst þessu stjórnmálamenn verði að þóla hluti sem eiginlega flest allir jafnvel þó þeir séu opinberir þurfa ekki að þóla. Sko, ég kannski ekki segja að ég hafi kynnst þegar ég kynntist honum, af því að fyrstum sinn, fyrir að fyrsta var hann ekki pólitík þegar við kynntumst, en byrjaði í því fljótlega. Síðan, sko, mér varst harkan færast, eða svona, sko, mér varst þetta breytast í hruninu. Að við erum fyrir þeirri mjög óskemmtilegu reynslu að það var til dæmis staðið fyrir utan heimilið okkar sem sagt mótmælendur og það var svona eitt af því óskemmtilegra sem að maður hefur upplifað. Það er svolítið skrítið að það var náttúrulega ekki verið að mótmæla mér en sko að hafa fólk standandi fyrir utan heimilið sem sagt með svona einhverja andúð gagnvart þér og þínum, það er meira þrúandi en maður kannski getur ímyndað sér en maður hefur ekki upplifað það. Af því að fólk er ekkert að gera neitt, það stendur bara hana og þú veist, jú, það voru einhverju sem hringdu á bjöllunni og spurðu eftirkurlega og börnin kannski komið til dyra. Var þetta í langan tíma? Þetta var alveg svona kannski 2 vikur sem að þetta var svona on-off. Bara þegar þið eru að koma heim að þá bara þau að vera að labba fram hjá fólki? Já, við vorum kannski bara að borða kvöldmatinn og þetta var, húsið okkar er þannig að það eru svona eiginlega gluggar á öllum hliðum og það var eiginlega engin leið fyrir okkur að einhvern veginn að blokkar okkur alveg frá þessu, þetta var bara ömurlegt. Já, þetta er kannski svolítið að því ég hef oft sagt það sem fjölmiðlamaður, mér fannst verða breytingarnir í hruninu. Það varð ég veit ekki hvort það tengist í að það voru náttúrulega samfélagsmiðlarnir svolítið svona Facebook náði svona ákveðinu flugi 2008-2009 og síðan eru kommentakerfin að byrja líka, sko. Þannig að það verður náttúrulega ákveðin, ég veit ekki hvort það voru út af hruninu eða hvort það verður að verða eðlisbreytinga og bara miðlun upplýsingar. Ég meina, sko, fólk er að gegna þessum störfum, sem sagt í stjórnmálum og mér finnst bara alveg fullkomlega út úr korti að koma fyrir utan heimili fólks
og vera með sem sagt einhver leiðindi eða láti ljósi skoðanir sinnar. Þú hlýtur að verða að gera það einhverjum öðrum vettvangi. Já, þarna klárlega ef maður að draga línu einhvers staðar að maður í stjórnmálum, maður verður að þola gagnrýni, maður verður að þola sér alls konar sagt, en þarna held ég að flestir séu sammála að það sé búið að fara yfir línuna. Já. Þó ekki væri nema bara út af því að það er náttúrulega annað fólk á heimilinu sem ekki einstaklingur sem börn og unglingar og algjörlega, sko. Var þetta erfitt fyrir krakkana á heimilinu? Já, sko, höfum við mitt rætt þetta við svona í seinni tíð, svona bara spurtu svona eftir á. En þau segja að þetta hafi ekki haft þannig áhrif á þau sem betur fer. Við náttúrulega rættum þetta við þau og sko tvíburarnir okkar voru náttúrulega það unga þau kannski voru ekki alveg að fatta þetta. Minnur að það hefði verið bara hvað ætlaði að verið 6 ára, 5-6 ára og en eldri krakkarnir þú veist, þeim fannst þetta náttúrulega bara ömulega óþægilegt og allt það en þú veist, þetta var ekkit neitt svona þau eru bara sterkir einstaklingar og letu þetta ekkit þannig trufla sig. Skilurðu hvernig hann nennir að vera í stjórnmálum? Sko já og nei sko, svo sannarlega þarna, ég dáist að honum fyrir að nenna því af því að þetta er ótrúlega sko vanþakklátt starf, þú veist, það er alveg endalaust verið að lemja á fólki sem sagt, já, ég meina við viljum hafa hæft og gott fólk í þessum störfum. Algjörlega. Og mér finnst við vera svolítið búin að búa til umhverfið þar sem að við erum að sko fæla fólk verulega frá því að fara í þessu störf og þannig að og þess vegna segi ég líka þarna, já, að mér finnst þetta þarna mér finnst sem sagt áreitið og í rauninni hvað sko hvað er mikið bara einhvern veginn lamið á þessu fólki í, þú veist, já, kommentakerfum og þessu, það finnst mér ömurlegt, af því að þú veist, auðvitað er fólk að gera sitt besta og þetta eru manneskjur sem eru í þessum störfum, þau eru kjörni fulltrúar og en það er einhvern veginn, já, þetta er... Þú veist alltaf hann spyr, sko, því ég þekki Katrínu og hún var með mér í skóla í MS og og þú veist, maður getur alveg haft einhverja skoðanir á hann sem stjórnmálamanni, en ég held að mjög margir, sko, sem að kynst Katrínu, það var erfitt að vera að segja eitthvað ljótt um hana sem mannesku. Mér finnst mjög skrítið þegar ég er að gera þættina mína því það er yfirleitt rosa jákvætt, allt mjög jákvætt. Það var bara svona... Það var ekki fyrir en ég fekk stelpunnar sem fóru heim með fótboltalandsliðsmönnunum sem einhver fekk jafn mikla neikvæðinni eins og Katrín, sko. Já. Og þá fór ég að hugsa bara svona, þetta er bara því hún er í stjórnmálum, sko. Já, algjörlega. Og það er einhvern veginn bara svona opið skotleifi á, fólk í stjórnmálum. En hvað finnst þér línan liggja með að, ef þú gefur kost á þér í þessi störf, tala nú ekki um þér stórinn ráðherra, þá verður það að þola gagnrýni. Þannig að hvað liggur línan? Ég veit það ekki, mér finnst sko bara, hún verður að vera á málefnulegum grunni, veist, að vissulega má gaggrina störfin þín og allt það, en þegar þetta er orðið svona, að það vera að fara í mannin og svona bara persónulegt níð, þá er það náttúrulega bara ömurlegt. Það er skrítið þegar að þá fyrir á þessu ári, þegar að það er einhvern veginn verið að ýja að einhverjum tengslum þín og mannsins þín og það sé verið að hafa áhrif á aðgerðir ríkisstjórnarinnar, að því mér persónulega fannst þetta svo óbóðslega einhvern veginn hæpið. Já, gott að heyra, þér fannst það. En það er bara svolítið, sko. Bara fyrir, þú veist að því fyrir alla heilbrigða einstaklinga þú horfur og þú ert búin að vera í business, sko, miklu lengur en þú hefur verið með mannunni þínu. Já, mér fannst, maður er þetta alltaf að læra og mér fannst þetta, sko, í fyrsta lagi þótti mér þetta ótrúlega leiðilegt að það skulle vera að blanda maka stjórnmálamanns inn í eitthvað svona. Eins og þú segir, ég er að reka fyrirtæki og búin að gera það í áratugi og vissulega mun ég beita mér eins og ég get fyrir öllu því sem ég þarf að gera í tengslum við það og í þessu tilfelli sko að þá sendum við sem hópur rekstraraðilar líkamsræktarstöðva opið bréf sem fór á fjölmiðla og sem að fengum ábendingu frá ráðherra
að senda á alla ríkisstjórnina sem ég taldi í upplýsingaskinni sem sagt ekkert leyndarmál, ekki nokkuð skapað hlutur, bara opið bréf sem fór til Þóróls, fór til fjölmiðla, fór til og afrit á ríkisstjórnina sem sagt eftir ábendingu að þetta skildi einhvern veginn vera allt í hennu komið í fangi á mér sem einhver dómgreinda skortur, það var bara einhvern veginn fannst mér fáránlegt og bara mjög leiðilegt. Þessi umræða á, þetta skrítið því að þannig þú í raun og veru, þannig í raun og veru svolítið verið að meina þeir bara að gera eitthvað sem það er verið að hafa af eitthvað businessin, þannig að það er mjög eðlilegt að þið saman sendið eitthvað svona bréf. Já, sko, nei, við vorum bara að óska eftir viðtali til þess að fá upplýsingar af hverju má opna sundlaugar en ekki líkamsræktarstöðvar. Ég meina, nú þetta COVID allt saman allt nýtt fyrir okkur. Hafa verið færið eitthvað góð rök fyrir því? Já, það var eitthvað þarna á þessum tíma sem það væri klór í sundlaugunum eitthvað svona. Ég frétti að Kári hefði sagt í víglínunum síðustu helgi að það stenst enga skoðun en það skiptir ekki máli í þessu. En nei, en þetta var allt bara ótrúlega eitthvað kjánalegt. En það sem að ég var bara satt að segja drullu fúli yfir var það að nú stendur bara á internetinu ókomin ár að dómgrendar brestur Ágústu Jónsson, ég bara var ekkert sátt við það. Nei, eðlilega. Þetta er bara mjög ósanngjarnt. Eðlilega, en hvernig einmitt mér þetta tengjast aðeins inn í aðra umræðu sem svolítið tengt þessum sem þú ert að nefna með hrunið, að það ýktist kannski svolítið þá, einhvern veginn að ef það gengur vel hjá þér, þá áttu eiginlega svolítið svona bara að vera með lágan prófíl og helst svona, ég ætla ekki kannski að segja skammast þín, en svona næstu því. Mér er svolítið flott þegar þú komst í eitthvað viðtal núna held ég fyrir þessu ári og sagði bara ég skammast mín ekki fyrir það að mér hefur gengið vel. Já, ég meina, ég náttúrulega í þessu viðtali var einmitt spurð akkurat þetta, að sem sagt hvort að eitthvað svona í sambandi við svona raddir í þjóðfélaginu og ef eitthvað gengur vel og svo framvegis og þá sagði ég bara þetta, ég er bara stolt af því, ég meina ég byrjaði bara með 2 hendur tómar og mér hefur ég bara verið mjög lánsöm með það að það hefur bara gengið vel. Ég segi það, þetta er búið að vera náttúrulega bara mjög mikil vinna í gegnum árin og ég meina ég hvergi og það er bara frábært, skilur, ég er ekkert að kvart yfir því, mér finnst það bara alltaf gaman og ég hef bara gert hlutina og sem sagt eins vil ég geti, ég hef verið heppin og þú veist, og allt það og ég bara get ekki skammast mín fyrir það, skilur, þú veist, það er bara þannig og ég er bara stolt af bara þeim stað sem ég er á í dag og já, þannig að bara það er bara þannig. Hvernig er þú sjálf, sko, núna þegar líkamsræktarstöðvarnar eru lokaðar og svona, hvernig heldur þú sjálfið þér í góðu standi? Hvernig, þú veist, ég er náttúrulega áfram í einkaþjálfum sinni mínum. Við erum með lykil. Já, auðvitað. Nei, ég náttúrulega er bara í vinnunni. Við fer bara skrifstofuna og Rafn kemur og þjálfa með mér sinna. En hvernig er hreyfingin þín núna? Hún er liftingar og labb með hundin. Já, þannig að þú ert gamla aerobik dróningin er ekki aerobik æfingum? Nei, ég reyndar hef farið alltaf reglulega í Zumba. Það er bara það skemmtilega sem ég geri og en núna sem sagt eftir þetta COVID kom upp að þá er takmarkaðu fjöldi tíma, ég vil bara ekkert vera að taka pláss frá kunnanum, sko. Þannig að Er það uppáhalds tímaðinu? Já. Zumba? Er Zumba í slættist ná einhvern tíman er þetta ekki frekar auðvelt? Jú, mér finnst það, þetta er bara svona latín dansidilli svona skemmtilegt. Hvað er uppáhalds sangkvæmsdansiðin? Tja-tja-tja. Tja-tja-tja. Ég fekk aldrei að prófa að dansa það þegar ég var í þáttunum. Í alvöru? Nei. Maður fekk sko það var fólk var kosið burt eftir hverju umferð og það var bara þessum á alla leið sem fengi að prófa alla einmitt, en ég sá reynda mest eftir ég hafi ekki fengið að prófa tango. Já, hann er mjög skemmtilegur, sko. Ég var reyndar alltaf betri í latíninu heldur en ég byrjaði seinna, fyrst þá æfði ég bara latindansa og svo byrjaði ég seinna í ballroomdansum og var aldrei eins góð í þeim en ég hefði ótrúlega gaman að þessum þáttum, þannig að allir getur dansa, frábæri þessi. Gaman að sjá fólk sem þú kannski þekkir úr ykkur öðru vera kljást við svona... Af því þegar maður hefur lært þetta og veit maður hvað tæknin skiptir miklu máli og að þú lærir hann ekkert alveg 1, 2, 3. Þetta er rosalega erfitt. Ég er alveg með, eftir að hafa tekið þátt í þessu, þá er ég alveg með nýfundið bara svona...
bara nýfundna aðdáun á dönsurum, af því þetta óbóðslega vinna. Algjörlega, og bara þrotlausar æfingar og algjörlega. Þetta eitt svona, ég var að hugsa bara svona atvinnu dansarar, svona í samanburðið atvinnu fótboltamenn eða eitthvað, þetta ekkert samanburðahæft hvað það verið að æfa marga klukkutíma á dag. Nei, nákvæmlega, og við eigum mjög flotta dansara en íslendingar, þannig að sem hafa náð langt. Þannig að við bara, þetta ótrúlega skemmtilegt. Hvaða ég sé að þú ert búin að breyta aðeins svona hreyfingunniðinni og sonuðin en ef þú verður að gefa þér svona, ég spyr stundum fólk að þessu svona lögin, ef þú verður að gefa ungri Ágústu ráð með allar reynsluna sem er komið með núna, hvaða ráð múndum fá annað en ráðin sem sonurðin að gefa? Já. Ég hugsa að ég hefði bara svona gefið henni einfalt ráð bara svona bara slaka á og sleppa takinu. Ég svona kannski verið svolítið svona mikið að þurfa að hafa stjórn á öllum sköpuðum hlutum í gegnum tíðina, sko. Að þú veist, það kannski, það hefur ákveðin hamlandi áhrif, getur haft það, en mér fannst það þannig svona skapa ég mitt öryggi að þú veist, hafa allt undir kontról, sko. Er það eina ástæðuna fyrir því að þið langar að vera svona hands-on í rekstrinniðinum? Já, klárlega, sko, af því að þú veist, ég meina, auðvitað veit ég nákvæmlega hvernig ég vil hafa þetta, sko. Þú veist, þannig að í algjörlega og ég meina, en þú veist, sko, ég veit ekki hvað samstarfsfólk mitt myndi segja ef þeir eru spurðir, sko, þarf hún að vera með puttan í öllu, sko. Ég svo sannarlega þurfti þess lengi vel, en ég hef sko mjög mikið reynt af sko sleppa tökunum og láta aðra en ég þarf auðvitað samt sem áður svona kannski ofta eiga síðasta orðið og svona skipta mér af en svona reyni að gera minna af því. Veist, þetta ekki alltaf kúnst? Ég var einmitt að taka viðtalið Magga Skeving daginn og þetta með latabæi einhvern veginn að kunna sleppa tökunum. Þetta sérstaklega þetta svona þitt baby, það lítur að vera erfitt. Já, algjörlega. Það er þarna, þú veist, það er bara svona sko konsepti hvernig þú vilt gera hlutina og þegar maður er að reka fyrirtæki svona sem að við segjum, við erum að reka premium heilsuhættastöð, þarna með hærra þjónustustigi, að þá bara finnst mér skipta miklu máli að hlutinni séu gerðir á ákveðin hátt. Já, smáatriðin mikilvæg. Smáatriðin mikilvæg og algjörlega, og þá finnst mér, og ég held að sé þannig í flestum þjónusturekstri að ef þú vilt vera að gera hlutina framúrskarandi vel, að þá þarftu bara stöðugt að vera svona vakandi yfir þessu og vera að sjá til þess að það sé allir með á hreinu hvernig að gera hlutina og hvert er, þú veist, hvernig, já, og þannig að en síðan hef ég náttúrulega verið bara ótrúlega lánsam að vera með bara alveg frábært fólk og ef þú ert með topp fólk að því meira getur sko sleppt af og það er náttúrulega það sem að þú veist, mér hefur tekist alltaf betur og betur að gera með árunum Hver er lykillinn að því? Mér finnst ég að hafa verið mjög heppin með fólk sem ég hef, svona eftir ég var frumkvöðull, mjög heppin með fólk sem ég hef valið með mér í lið. Hver er lykillinn að því að velja gott fólk með sér? Ég held að sé bara að maður bara lærir smám saman, þú veist, hverju maður er að leita af, af því að einhvern tíma fór ég á fyrirlestur í Bandaríkjunum hjá honum Jim Collins, sem að skrifaði bókina Good to Great, meðal annars, og hann sagði, og fjallar í bókinni sinni, þú veist, ef þú ert með fyrirtæki, ef þú ert með rekstur, og þá er eins og sért rútubílstjóri og þú þarft að raða í hvert einasta sæti hárréttum aðila í réttasætið og mér finnst þetta svo svona myndræn og góð líking og þetta hefur svona bara verið fast í huganum að mér að það er akkurat þetta, þú ert með sko, þú veist, þú ert með takmarka það er takmarkað sem þú getur haft í kringu því að fólki, þú getur ekki verið bara með endalaust, skilur við, þannig að þú þarft að vanda virkilega valið og velja hárrétta manneskju með réttu styrkleikana sem sagt í hvert og eitt sæti og það að velja þessa réttu held ég að komi bara með bara reynslunni, þannig hefur það gæst hjá mér að ég hef bara lært smátt og smátt og mér finnst ég í dag vera með alveg frábæran hóp með mér og þannig að það er lykillinn að því að bara hlutinir gangi vel og
snurðlaust fyrir sig. Allt rúlli. Já, allt rúlli, já. Erum við ekki búin að fara yfir það helst það? Jú, ég held það bara. Hvað meira okkur spjallum? Nei, ég sjálfur sér ekki. Það bara, meina, að eins og mér langar alltaf til þess að segja við fólk, meina, þú veist, núna eru við að fara í gegnum heimsfaraldur, meina, bara hugsa þennan eina skrokk sem maður á, þú veist, að hreyfa sig og einmitt svefnin, hreyfingin, mataræðið, þú veist, spáði í hvernig þú sko getur bústað upp ónæmiskerfinu þínu, hvernig þú getur búið undir að berjast við svona einhverja veiru ef þú lendir í því og þú veist, það eru ennþá allt og margir sem eru bara í sófanum og eru bara með hendin í snakkbókanum og þú veist, ekkert að spá í þetta því miður og það sko þetta er svo þetta er mér svo mikið einhvern veginn hjartansmála, einhvern veginn koma, þú veist, að fá íslensku þjóðina til þess að virkilega taka heilsuna föstum tökum og bara, þú veist, hreyfa sig eitthvað á hverjum einsta degi, bara finna sér eitthvað sem það þykir gaman af og þú veist, nóg er framboðið. Það er bara algjörlega mikið, þú veist, það er brjálæslega mikið. Framboð fyrir utan allir þessar náttúru sem við höfum. Algjörlega, ég meina við erum með, sko, þú veist, að framboðið af, sko, hollustu fæðu er náttúrulega einstök á Íslandi með okkar heimarækta grænmeti og þú veist, og allt þetta, ég meina kjöti sem er ekki með einhverjum sýklalyfjum og öllu þessu, þú veist, tækifærin eru svo mikil til þess að hugsa vel heilsuna, en við erum samt sem áður. Þú veist, ég meina, þú ferð út í búð, þá er sko, þú veist, ég meina, 70-80% af því sem fæst í búðinni er bara drast. Ekki gott, aldrei. Já, og þetta þurfum við að vera meðvituð og vandavalið, sem sagt, bara standa upp á sófanum, hreyfa okkur og bara hugsa þetta hylki sem við þurfum að vera í alla okkar ævi, sko. Það bara skiptir gríðarlegu máli. Myndirðu vera sammála mér að því við tölum matvörubúðirnar að það hollasta er yfirleitt í endunum, það sem að þarf að nota kæli, af því að það er matvara sem getur skemmst. Já, þannig eru búðirnar víst skipulaðar að ferskvaran er Ég ætla nú að nota tækifærið núna og því að það er styrktaraðilega sem þetta í Fjarðarkaup. Já. Mér finnst Fjarðarkaup vera með frábær búð. Besta heilsuúrval af einni matvörubúð í Íslandi. Það er rosalega mikið heilsuúrval. Algjörlega. Mér leið svona smá eins og ég var að fara inn í Whole Foods þegar ég fór þangað í fyrsta skipti núna svona seinni árum, sko. Mér veist, Fjarðarkaup er því miður dálítið langt fyrir mig að fara þangað. Ég hef haft það sem sið að fer alltaf og kaupi jólainkaupin í Fjarðarkaup því að það er svo mikið úrval, svo æðislega gaman að fara í búðina. Það eru náttúrulega eins og þú, eru ekki búin að búa til marga búðir, það er bara ein, sko. Og það er kannski svona eitt sem þú getur gert fyrir bara með eitthvað eitt, þá getur þú verið að bæta það aðeins meira, sko. Algjörlega, og mér finnst líka svo frábært við Fjarðarkaup sem ég finn svo mikið muna og það er starfsfólkið þar er ekki sko, rétt við fermingaraldur það er svona fólk sem veit eskilur með reynslu það er einn mælikvarði á hvort þú ert að reka gott fyrirtæki ef þú heldur saman starfsfólkinu í dálítinn tíma þá ertu augljóslega ekki að fara illa með starfsfólki og starfsfólki vill vinna fyrir þig algjörlega meina, það er já talandi þvert á það sem ég var að segja með, sko, við erum með eina stöð ég myndi segja við Fjarðarkaup, heyrðu opnaði fleiri búðir, komdu nær mér. Já, ég er reyndar alveg sammála, ég er ekki hafnað fyrir því. Nei. En kannski missa þau þá yfirsýnina og þetta verður ekki alveg sama konsepti, sko. Maður getur alltaf svona, þegar maður er að gera stórinkaupa, þá er þetta að gera sér ferð þú að sé ekki. Algjörlega. En ég er innilega sammálaður því þetta er svona einhvern veginn þetta eru skilaboð sem er ekki kannski svaka sexy, en þetta er einhvern veginn að fólk takja ábyrgð á eigin heilsu, sko. Þetta er bara svo ótrúlega merkilegt með hvernig mannskepnan að við, sko, eins og vorum að ræða á þann, að við erum til í að leggja kannski ýmislegt á okkur út af því að okkur langar að líta betur út. Þá töfum við átak og bara, þú veist, borða ekkert og æfum svo skepnur, þú veist, það er svo margir sem að fara þessa leið. En eitthvað svona innan gæsalappa leiðilegt eins og að bæta heilsuna sína til langs tíma og virkilega bara fara upp úr sófanum á hverjum degi og hreyfa sig og vanda valið, neita sér snúðana og sælgætið og borð, þú veist, þetta er bara, finnst mörgum bara rosalega erfitt og þess vegna er þetta alltaf
í þessum sveiflum upp og niður að það átækið og svo springur allt að milli. Upplifir þú það ekki svolítið eins og að því ég er alls ekki barnanna bestur, ég detti í sigurinn og eitthvað svona, en ég upplifir svolítið þannig að þegar að ég vil breyta einhverju núna, að þá er ég alltaf með þessa mótivasjón, með langar að breyta þess að því mér líður ekki alveg nú vel. Ég er ekki að pæli, ég bara er langar að líða betur. Og ávinningurinn eða svona afleiðingin af meiri velíðan er að ég byrja að vera í betra formi og mér byrja, þú veist, þannig að einhvern veginn mér að vera svona, ég veit ekki hvort þú verið sammála mér, en ef ég var að fá til mig manneskju sem er í mjög miklu ólægi með mataræði, hreyfingu og svefn, þá ef það er hægt að byrja að létta aðeins á ójafnvæginu hjá manneskjunni, þannig að henni byrja að líða betur, þá er eiginlega alveg örugt að það verður auðveldara fyrir hann að taka réttar ákvarðanir. Algjörlega, þá er einmitt komin einhver hvati. Ég segi sko eins og með mig, að því ég er náttúrulega, þú veist, í eðli mínu svo mikil sykubúki, sko, á endanum bara hætti ég bara að borða sykur út af því að ég fann svo mikið fyrir í rauninni bara óþægendum liðverkjum, meltingavesinni þú veist og eitthvað svona, ég fann bara hvað með leið miklu betur ef ég sleppti sykurnum og þá langar mig ekki lengur í hann sko. Þú veist að því þetta gerist allt inn upp í hausnum á manni. Það er málið, það er flest allir sem hafa prófað að hætta að borða sykur að þá eru kannski svona, það er turbulence fyrstu 2-3 dagana, 4, svo er svolítið líkamlega fíknin farin og þá er bara þetta eftir, sko. Algjörlega. Og þú veist, og þú getur bara, þetta er, við erum einn vani mannskepnan, sko, og þú veist að þetta, ef þú ert að gera breytingar, þá þarftu bara að gera plan og finna leið til þess að aðlagast breytingunum með einhverju sem að, svona einhverjum hækjum, þú veist, eitthvað í staðinn og koma þér þangað og svo smátt og ég meina, gefa þér bara þú veist, ef þú ætlar að hætta bara sig og gefðu þér bara ár í það eða þú veist, eða 2 ár þú veist. Og eins og þú segir, er ekki svolítið þegar maður ætlar að vera strategískur og horfa á þannig að þú veist, þetta hérna tímabil verður erfitt, af því hér er ég að losa mig undan. Algjörlega. Og þá verði ég einhvern veginn kannski, eins og þú nefndir orðið hækjur, þá verði ég að vera með einhverjum smá hækjur af því síðan þegar ég er búin að nota hækjurnar og komin hingað, þá verður þetta auðveldara. Já, algjörlega. Já. Og ég meina, og ég segi, þú veist, ég er ekkit eitthvað bara 100%, ég meina, til dæmis ef ég sé tiramisu á matselunum, þá pantaði mér hana. Gulli borðar að vísu meiri hlutan, ég fæ mér kannski 2 bita, en ég meina, en skilur, þú veist, ég hérna, það er, lífið er leiðilegt ef þú ert bara algjörlega ferkandaður, sko, í kassana, sko. En þetta er mataræði sé svolítið þannig að jafnvel, ég þekki mikið af fólki sem er alveg langt yfir meðalagi í hollustu, en meiri sé að þetta fólk borðar ekki 100%. Nei. Borðar engin 100%. Ég held að gera það engin, sko, ég meina, maður verður bara þú veist, þetta verður bara að vera gaman, sko, þú veist. Já, einmitt, og er ekki svolítið líka eins og þú segir, menn það er, þú veist, tiramisu og í einhverju ekkert allt og miklu magni, það getur bara verið fínt. Já, algjörlega, bara fullt af eggjum og fullt af eggjum, ekki veit ég hvernig þú býr tiramisu til. Eggjahvítur. Jú, það eru eggi tiramisu. Það er þetta rétt. Já, það er rétt. En einmitt, sko, það er kannski það sem ég er mest búin að vera að hugsa, er þetta þessi placebo-pælinga, ef ég næði að selja mér að tiramisu, sé bara egg og þetta sé bara svolítið gott fyrir mig og ekki mikið af þessu, þá hefur það betri áhrif á líkamann. Já, ég reyndar er alveg ennþá samfærum það, ég hef sagt það í alla tíð, þú veist, það er allt gott í hófi, auðvitað sko, maður getur tógað og teygt það hugtæksuldi eins og manni hendar, sko. Jú. Já, þetta er allt gott í hófi og tegja svo hendina aftur í nammipókan. En ég segi, sko, þú veist, þú verður að finna, sko, þína leið og mín leið er allavega þannig að, þú veist, að ég sko, slæði hendinni aldrei á móti tiramisu, það er uppáhalds eftirrétturinn minn, en ég get alveg neitað mér margt annað sem ég bara veit að bara ég hef ekki gott af, mér langar ekki það mikið í það, skilur, þannig að þú býr til þínar eigin svona neyslureglur sem að henta þér og sem að þú getur lifa við og liðið vel með af því að þú veist, þú nennir ekkert að vera í einhverjum leiðindum og En er ekki líka, mér finnst stundum byrja á öfugum enda, er ekki auðveldara að hafa stjórn á óhollustunni ef ég er að næra mig mikið með hollustu? Algjörlega. Í staðin fyrir að við erum alltaf að banna þetta, í staðin fyrir nei, bara meira þessu, þá verður auðveldara að borða mun minna á óhollustunni. Ekki spurning. Og ég held að þetta sé á endanum, þetta er bara eitthvað svona, einhverja ákvarðanir sem við tökum sjálf fyrir okkur, þetta gerist allt upp í höfðun á okkur, bara við gerum plan, hvernig ætlum við að gera þetta og þú veist, hvað viljum við fá út úr því, þú veist, viljum við að okkur líði betur, viljum við kannski losna við einhverju aukakíló, viljum við, þú veist, bara hvað vilt þú fá út úr þessu og þannig, þú veist,
ef við tölum börnin okkar, vera borða minna nammi til að vera ekki að skemma tennunar, skilur við bara sem dæmi, veist, þannig að þetta allt spurningin bara hvernig við setjum upp okkar neysluvenjur út frá okkur sjálfum og hvernig við viljum hafa hlutina, svo sannarlega hefur engin gott að því að móka í sig drastli alla daga. Nei, ég ánægði með þetta heilsurant hjá okkur í lokina, því þetta alveg mjög mikilvæg skilaboð núna. Algjörlega. Af því það smá erfitt, þú veist, það erfitt þegar það eru skrýtnir tímar að halda aga í næringu og aga í hreyfingu og allt þetta. Heldur betur og ég fann það bara sjálfa þegar við vorum lokuð þannig í vor, þú veist, þá kom þetta COVID-kíló að hugtak mér fannst bara, þegar maður fer í einhverja svona hreiðurgerð þegar eitthvað svona og mér langaði bara til þess að vera að baka okkur í degi og þú veist, þannig ég svona fór bara ég að reyna svona að baka eitthvað holt eða svona hotlara eða eitthvað þannig en þetta sko að maður fer út úr rútíninni sinni, það bara erfitt. Einmitt. Mjög erfitt. Það bara þannig. Látum það vera lokaðarinn. Bara aðeinslega að fá því heimsókn. Já, bara gaman að koma.